Og áframhöldum við föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að heyra æskulýðsvettvanginn og hún komin til mín, hún Sema Erla Serdar, velkomin. Takk fyrir. Þú aðeins að útskýra, hvað æskulýðsvettvangur? Já, æskulýðsvettvangurinn samstarfsvettvangur frjálsra félagasamtaka og í dag eru innan æskulýðsvettvangsins Ungmennafélag Íslands, Bandalag íslenskra skáta, KFUM á Íslandi og Slysavarnafélagið Landsbjörg. Ok, ansi mörg og öflug samtök. Já, og í rauninni má segja að öll þeirra síðan aðildarfélög hafa aðgengi að æskulýðsvettvanginum og okkar þjónustu og verkfærum. Já, sem einmitt hver, hvað gerir þið? Já, við... Eða þú ert eini starfsmaðurinn? Já, ég er eini starfsmaðurinn innan æskulýðsvettvangsins. Já, ég framkvæmdastýra samtakana og okkar kannski svona helsta hlutverk er að standa vörð hagsmuni barna og ungmenna í íþrótta- og æskulýðsstarfi og að stuðla að uppbyggjandi, öruggum, heilbrigðum og vönduðum aðstæðum í því umhverfi. Og það felst kannski fyrst og fremst í fræðslu og forvarnastarfi og við til dæmis bjóðum félagunum upp á námskeið ofbeldi gegn börnum og ungmenni, hvernig berum við kennsl á það, hvernig eigum við að bregðast við, hver er okkar skylda sem starfsfólk eða sjálfboðaliðar í íþrótta- og æskulýðsstarfi. Við fjöllum líka einelti, mannréttindi og hatursorðræðu og svo núna kannski okkar svona nýjasta afurð í þessum hluta var netnámskeið sem við settum á laggirnar í lok síðasta árs, þar sem er svona farið yfir einelti, ofbeldi og aðra óæskilega hegðun sem getur komið upp í slíku starfi og einmitt alltaf hvernig bregðustu við. Það er svo mikilvægt, það er svo rosalega mikilvægt að vita hvernig það bregðast við þegar kemur upp einhver grunnur, til dæmis ofbeldi gagnvart barni. Og það geti verið annars starf, þú ert kannski einhver sjálfboðaliði í einhverjum samtökum og þið grunar þetta. Já. Og þá veistu kannski ekki alveg hvert þú átt að snúa þér. Já, og í rauninni hver viðbrögðin eru og fyrstu viðbrögð í rauninni geta oft skipt sköpum. Já. Til dæmis ef þið grunar að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi og þú nálgast barnið með vitlausum hætti eða barnið nálgast þig og þú bregst ekki rétt við. Kannski heyrðu, við verum að ræða þetta seinna, þetta er ekki rétti hérna, það getur verið að þetta barn opni sig ekki aftur í 20 ár, ef einhver tíma. Þannig að það er svo mikilvægt að vita hvernig við bregðumst rétt við, hvernig við bregðumst við og hvernig við bregðumst ekki við. Og ert þú að halda öll þessi námskeið eða færðu fólk með þér? Ég er ekki ein að halda öll þessi námskeið. Já, það er sem sagt eins og til dæmis námskeið ofbeldi gegn börnum. Það eru 2 konur sem að skrifa bók sem heitir Verndum þau. Námskeiðið byggt af þessari bók, þannig að þær sjáum þá fræðslu, við erum kaupum þessa þjónustu. Ég til dæmis er með námskeiðið einelti. Og síðan er einmitt þetta netnámskeið sem var svolítið stórt svona framfaraskref. Því það er auðvitað svona kannski misauðvelt að fá fólk á námskeið, 73 tíma námskeiði, og kannski misauðvelt að koma því á. Þannig að við svona, ég meina, notum internetið og þannig að við settum á laggirnar þetta netnámskeið. Það er á netinu? Já, það er á netinu. Netið á netinu? Já, bara ofbeldi, einelti, samskipti. Já, ekki bara net Nei, bara vanrækslu, alla þessa mismunandi þætti sem geta komið við. Þannig að þetta er bara núna aðgengilegt á netinu? Já, fyrir alla og kostar ekki neitt. Og þó þessi ekki kannski einu sinni innan þessara hreyfinga? Nei. Ég vil samkvæmt þeirri reglu að ég vil deila hlutunum. Ég meina, ef við horfum á stóra samhengi, því fleiri sem að taka netnámskeið barnavernd, því bara betra verður samfélagið okkar. Því verður að vera börnin okkar. Akkurat, þannig að við viljum auðvitað bara að flestir noti og geti nýtt okkar afurðir. Og þetta netnámskeið aðgengilegt hvar? Það er á vefnum okkar, aevaf.is. aevaf.is. Og það líka með hægt að panta hinn námskeiðin og sækja sér ýmiss konar fróðleik. Er ykkur fleiri svona félagsamtök sem þið myndu vilja sjá innan ykkar vébanda? Við erum náttúrulega opinn vettvangur og það eru auðvitað allir velkomnir. Og það kostar ekki? Það kostar ekki neitt að taka þátt í æskulýðsvettvanginum
og okkar þjónusta kostar heldur ekki neitt fyrir aðildar félögin, hvort sem það að fá námskeið eða fá aðstoð með úrlausn mála sem svona annar hluti sem við gerum. Þannig að það auðvitað ekkert sem ætti að standa í vegi fyrir því að félagasamtök sækjum aðild. Ég áttum ekki alveg á því, þú taldir alveg upp nokkur. Eitthvað svona stórir póstar sem vantar hann inn í ISI, var það eitthvað? Já, ég meina við erum náttúrulega við vinnum inn á íþrótta og æskulýðs vettvanginum, þannig að þetta náttúrulega gríðarlegur fjöldi og undir þessum samtökum sem við erum með bara svona eiginlega næstu því öll börn og ungmenni á Íslandi, þannig að þú nefnir ISI, þá kannski væri svona hringnum bara lokað. Já, ég skil, þannig að þið eru nánast að ná til allra. Já, þetta mikill fjöldi og það sem kannski líka mjög jákvætt að flest þessara félaga þau til dæmis ef þú ætlar að vera sjálfboðaliði, ef þú ætlar að vera ábyrgðaraðili, til dæmis yfir hópi barna og ungmenna, að þá verður að fara á námskeið. Það bara alls staðar orðið þannig, eða hvað? Ekki alls þannig, en ég sé aukningu og það svona auðvitað mismikil áhersla, kannski lögð á þetta, en mér finnst það rosalega jákvætt þegar félagasamtök auðvitað viljum við að þú fáir ábyrgð, berir ábyrgð og þú veist, haldið þínu striki, en til þess þá verður að læra ofbeldi gegn börnum, til dæmis. Þetta ekki flókið, þetta að komið á neti, það geta allir náð sér í þetta námskeið og orðið svona upplýstari allt þetta. Og það sem kannski líka mjög mikilvægt í þessu að við síðan getum aðstoð félagasamtökin þegar að koma upp mál. Já, því kannski hætt við ef hreyfing ætlar að leysa eitthvað innan hús, að þá séu bara allir einhvern veginn tengdir. Það oft þannig. Tala ekki þegar komin á minni svæði á landinu og þess vegna erum við með starfandi fagráð sem í rauninni hlutlaus aðili sem að félögin í rauninni allir hvað sem iðkandi, þolandi, foreldri, þjálfari eða hvað, þú getur leitað til okkar og fengið aðstoð með að leysa úr málinu, segjum til dæmis eineltismáli. Og við leggjum rosalega mikla áherslu á það að félögin séu ekki að reyna að gera það sjálf. Einmitt vegna þess að það eru oft tengsl, fólk þekkist, þetta geta verið skyldmenni eða vinir sem að lenda öðru hvoru megin við borðið og þess vegna svo rosalega mikilvægt til þess að lausnin sé sem farsælust fyrir alla, að það komi hlutlausa aðili inn og aðstoða þig og það eina sem við gerum, það raun að við aðstofum félögin við að leysa á réttan hátt málum. Ekki mikið að gera hjá þér? Það nóg að gera, jú, það alveg óhætt að segja það. En gætu við bætt við starfsfólki að fyrir alltaf, ef þið farið alveg á hliðina, sem maður vonar náttúrulega ekki, maður vonar að sé ekki allstaðar eitthvað misjafnt í gangi. Já, við erum náttúrulega bara fáum ákveðna fjármuni frá ráðuneytinu, mennta- og menningarmálaráðuneytinu og við vinnum út frá því. Ég myndi helst vilja að við værum 5 starfsmenn, þannig að kannski einhvern daginn. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá æskulýðsvettvanginum og heimasíðan aevaf.is að gera kíkja á netnámskeiði þar. Ekki spurning. Takk fyrir komin og gangið vel. Takk kærlega fyrir mig. Sem að Erla.